Skal den ligge her? Så må jeg bare stå og holde den. Jeg kan godt tage den væk, hvis du vil. Nej. Se, det Ikke noget forspil, okay. Góðan daginn. Ég ætla að bjóða ykkur öll velkomin í dag. Klukkan orðin og við erum tilbúin að byrja. I'm going to welcome all of you today, and time is already 12 o'clock, so we are going to start. Ég sé það að við erum fleira enskumælandi í dag en við erum Íslendingar og þess vegna ætlum við að þýða hérna frá ræðustólinn. Harpa ætla að þýða predikunin fyrir okkur. Það eru fleiri hér enskumælandi heldur en íslenskumælandi, so við ætlum að, I'm sorry. Yeah. There are more English speakers here than Icelandic, so we are going to have translations. Harpa is going to translate the sermon. Yes. Again, welcome to all of you. And let's start by singing hymn number 213. Við viljum nú byrja á því að syngja sálm nummer 213. I'm mixing up the translation. Okay. Psalm 213, hymn 213. 113. Hvorfor står de her? 113. Hvorfor står de her? 113. Hvorfor står de her? Hvorfor står de her?
Skjóta höfði í bæn. Det gør du. Já, himneski Faðir, við komum nú fram fyrir auglið þitt til þess að þakka þér. Þakka þér fyrir það að þú blessar og þú verndar og þú varveitir og þú veitir okkur svo óumræðilega mikla blessun í fyrirgefningunni sem var gefin fyrir blóð og fórn Jesú Krists. Það svo yndislegt að vita til þess, Drottinn, að þú leiðir og þú stýrir. Blessaðu stundina hér hjá okkur í dag, við biðjum í Jesú nafni. Amen. Det er så vel at få gå sig det. Ég er með eina tilkynning hérna í dag. There is one announcement that we need to bring. Kirkjan okkar á heimsvísu hefur fengið ný formaður. Our church, World Church, has now a new president that has just been elected. Hann var valinn í gær og hann heitir Ayrton C. Köhler. Hann frá Suður-Ameríku, nánatiltekið Brasilíu. Ayrton Köhler heitir hann, var kosinn í gær, 4. júlí, sem þetta þjóðhátíðardagur Bandaríkjamanna. En hann var kosinn í gær og hefur þetta nafni Ayrton Köhler og kemur frá Brasilíu. Taler jeg ikke islandsk? Taler jeg ikke islandsk? Og nu oversætter du på at tale også islandsk. En þú verðum að vita hvað við gerum svona. Jeg taler islandsk. You're in the Icelandic, so I need to translate it. Yeah. En svo þið vitið, þá aðalfund í kirkjunni núna út í Ameríku. As you know, there is a general conference session at the moment happening in what's it? Amerika. Hvad hedder det byen? Ég veit ekki. Okay. Ef að ykkur langar að fylgjast með, þá farið þið bara inn á kirkjufréttir og það svona link, mann getur klikkað á og svo getur maður fylgst með hvað að gerast út í Bandaríkjunum. If you want to follow the proceedings of the general conference session, then you can go into something called Kirkjufréttir. That's the only access we have to it. Kirkjufréttir that you find in the email in your computer, and you can then switch onto a live transmission of the general conference session. Right now, Ivo and Angelica and Ertu nú að tala íslensku? já, akkurat núna þá Ivo og Angelica, þeir að taka þátt þarna fyrir hönd Íslands og það líka íslensk fjölskylda og Kirsten Larsen þar líka. Þannig að það 5 hérna frá Íslandi. And we have few representatives, Ivo and Angelica, our president and his wife, and another family that also is representing Iceland at the General Conference. Okay, a little bit about the president. Hansku? Ja, skal vi gøre det omvendt? Nej. I'm so sorry. I guess we're just language mixed up here. Fyrirgefði, það bara tungumáli erfiðleika hjá mér. Það að því ég að lesa mennskan mann, ég að tala mennskan mann og svo þarf ég að tala íslensku. Það mun ganga hérna. En áður en hann var kosinn formaður, þá var hann víceformaður aðalsamtakana frá 2021 og til nú. Þessi maður, Ayrton Köhler, hann var ritari aðalsamtakana áður en hann var svo kosinn til þess að now I'm just going to mix up also. He was the secretary of the General Conference before he was elected, this Ernest Köhler. And before that, he was the division president of the South. You go on in Icelandic. Of the South American English. division. You go in English and I'll do in the Icelandic. Hvað sér það?
Before being the secretary, he was the president of the South American division from áður 2007 en to hann þá var 21. formaður eða ritari í aðalsamtökunum, þá var hann formaður deildarinnar, Suður Ameríku deildarinnar. So we need to ask the Lord in a special way to bless him and our church in the future. Við þurfum að sérstaklega leggja hann fyrir Drottin í bæn, að blessa hann og hans starf í áframhaldi. So, time has come for the scripture reading. Búðin opin. What am I? The scripture reading today is found in Philippians 3, verses 10 to 14. You read it in English, and I will translate. Skulum rísa á fætur. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Á íslensku. Ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans. Ég vil þjást með honum og líkjast honum í dauða hans. Mætti mér auðnast að ná til upprisunar frá dauðum. Ekki svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin, en ég keppi eftir því að ef ég skildi geta höndla það, með því að ég höndlaður af Kristi Jesú. Systkin, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt ger ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this Sabbath day. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan hvíldadag. Thank you that we can be here and worship together. Þakka þér fyrir það að við getum verið hér og tilbeðið saman. And we have heard that our church has received a new leader. Og við heyrum að söfnuð kirkjan okkar hefur fengið nýjan leiðtoga. We ask you to bless Pastor Kohler as he leads the church. Við biðjum þig að blessa Kohler prest þegar hann nú stýrir og leiðir kirkjun okkar. We ask you to bless in a special way our church here in Iceland. Við biðjum þig að blessa alveg á sérstakan hátt kirkjun okkar hér á Íslandi. Be with our leaders in America as they are taking part in preparing the future of our church. Þakka þér fyrir og Drottin, við biðjum þig að blessa leiðtoga okkar sem eru í Bandaríkjunum núna og að þeir og geti starfað í því að leiða kirkjunni áframhaldi. Nú biðjum þig að vera, we ask you now to be with us here as we worship you. Við biðjum þig, Drottin, að vera hér hjá okkur núna þegar við nú tilbiðjum þig. Open our hearts. Ljúk upp hjörtum okkar. And help us to understand what you have done for us and what you are doing for us every day. Og þakka þér og Drottin, við biðjum þig að hjálpa okkur að skilja hvað það sem þú ert að gera fyrir okkur og með okkur hér núna og alla daga. Help us to find thankfulness in our hearts and be grateful every day. Þakka þér, Drottin, hjálpa okkur til að finna þakklæti í hjarta okkar
fyrir allt það sem þú ert að gera fyrir okkur daglega. Við lofum þig og byggjum í Jésu. We praise your name and pray in the name of Jesus. Amen. Við lofum nafn þitt Drottinn og lofum þig og þökkum og byggjum blessun í Jesu blessaða nafni. Amen. Skal vi ikke have en sang nu fra børnene? Yeah, you. I think that we're going to just jump over the next hymn since the music isn't working too well today. So we're just going to ask the girls to come and sing for us. Are you ready to do that? Okay. Við erum að fá sérstaka tónlist. Það tókst ekki svo vel með undirleikin hjá okkur núna, en nú fáum við mjög glæsilega tónlist. Stelpur gjörðu þið svo vel að koma að syngja fyrir okkur. Which one? Sorry about that. Do we learn first? Yeah. Oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Oh, way beyond the blue. I took you in glory like that I've shines the sun. I've got a hole in glory like that I've shines the sun. I've got a hole in glory like that I shines the sun. Oh, way beyond the blue. Do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Oh, way beyond the blue. I've got Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. Oh, way beyond the blue. Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Oh, way beyond the blue. Next song. What song is next? Okay. Yeah. So, thank you so much for that song. That's encouraging. Takk stelpur fyrir söngin og svo fallegur. And they have promised to do another one after the sermon for us. Þau hafa lofað því að syngja annan söng fyrir okkur eftir ræðuna. And you give, but now we're going Skal to vi give have- the word to Skal vi sige børnene i stedet? Halloween. For eksempel Anna og Maria. Fyrirgefið þessa rugl sem búin að vera í gangi hjá okkur. Sorry about this confusion that has been happening here. En þetta bara rólegur sumar hvíldardagur þar sem við eigum yndislega stundir saman.
This is the typical summer Sabbath that we're having here today. En við sjáum bara töluvert af fólki sem komið til okkar, en þetta út af alþjóðlegur hópur sem komin. We see all these international friends that are here with us, and our people, they're probably traveling somewhere. Og yeah. fólki sem tilheyrir söfnum hérna á ferðalagi hinga og þangað, til dæmis eins og það að það fólk í Bandaríkjunum á fundi í St. Louis. Nú myndi ég allt í einu hvað borgin heitir, St. Louis. Yeah, and our members, they are traveling and having their holidays, but then we have some people in St. Louis where the general conference session is taking place. Og hérna merkilegt að við séum einmitt búin að fá nýjan formann sem það stóð ekki til að hafa þá kosningu fyrir á morgun á sunnudegi, en svo var þetta gert í gær. We have now a new president over the World Church, and it was supposed to happen on Sunday. However, it took place yesterday, and as we heard, we have got a new president. Og Guð blessi hann And may God og bless hans him fjölskyldu alla, and his family og það starf sem liggur framundan hjá honum. and the work that is in front of him. En svo vitum að það margs konar aðrar kosningar sem munu eiga sér stað í stjórn kirkjunnar og ýmislegt annað. Það mikil starf sem liggur fyrir fundinum. But then there will be more positions that needs to be replaced, and issues that needs to be discussed, and there are many things that will happen in this session. Það svona tilheyrir aðalfundarstörfum, til mikil vinna. That normally belongs to having a session. En mér langar bara til þess að segja ykkur stutta sögu, og það eiginlega verður ræðan í dag. I just want to tell you a short story, and that is actually going to be the sermon today. En það í grein í blaði sem heitir Adventist World. It's an article, or was in an article in a paper called Adventist World. Og ef þið lappið hérna út í andirið, þá getið þið fundið eintök af þessum blöðum, Adventist World. We have some copies here in the foyer. When you leave, you can take with you some copies of this Adventist World. Og bara mjög góð blöð og mjög merkilegt efni sem þar að finna á. Yeah, and many good articles and many good things in these magazines. Og mér fannst það svo merkilegt að mér langaði til þess að þýða það og koma því á áleiðis til ykkar hér. And there was an article that I found very interesting that I wanted to translate and share with you. Það höfundurinn heitir Justin Kim. And the person who writes this is called Justin Kim. Og hann segir eftirfarandi sögu. And he tells the following story. Hann segir að hann hafi lesið í bókinni Fan the Flame eftir Stowell Moody. And he read in a book called Flowing Flame. Fan the Flame. No, Fan the Flame by Eftir Stowell Moody. Stowell Moody. Moody þekkt nafn, þetta. Moody is a well-known name. Og það sem hann lýsir kapphlaupi í Ólympíuleikunum í Grikklandi í fornöld. There was a competition in running in the Olympics long time ago. In Grikklandi bara. In Greece. Fornöld, allir hlaupararnir, þeir voru í því að reyna að komast yfir línuna sem fyrst, bara að komast í mark. So the runners, they wanted to be the first one to cross the line. En svo það þetta sérstaka hlaup sem hér verið að tala But this run was a little bit special. Að það þurfti ekki bara að komast í mark, heldur þurfti maður að vera með blís og halda loganum brennandi allt hlaupið. So in this race, it was not only that you had to be the first to cross the line, but you had to hold a torch, and that torch had to have the flame
burning from the beginning until the end. Og ef að það slöknaði á loganum, þá var búið að tapa. But if the flame was off or went off, then you had lost. Þetta var svona tæknilegt atriði, þetta var svolítið erfitt að halda þessu So this was a little bit logandi. difficult because you had to run with the flame. Smá mistök gátu orsakað að eldurinn slöknaði og þá var allt búið. Only some mistakes or accidents could happen and the flame would be out. Svo að það er svolítið atriði í þessari sögu, það er aðgát að loganum, það leiddi til sigurs. So part of this story is how to keep that flame burning as you go along. Skiptum nú algjörlega gír og segjum aðra sögu Ólympíuleika. Then there is another story about the Olympics. Það maður sem heitir Shiso Kanakuri. Then there's Shiso Kanakuri sem var fæddur 1891. Then there was a man born in 1891 by the name that he mentioned, Shiso Kanakuri. Shiso Kanakuri. Shiso Kanakuri, við þurfum að hafa nafni klárt, því að hann í Japani He is Japanese, og hann var fyrsti japanski íþróttamaðurinn and he was sem náði Ólympíulágmarki. and he was the first Japanese who got the minimum of attending for the Olympics. Og svo kemur hérna annan nafn, Harpa, þú þarf kannski ekki að segja það. And then there's another name, you will just listen to Hann Eric. og Mishima Yahiko, þeir voru fulltrúar Japans á Ólympíuleikunum í Stokkólmi 1911. So these two men were representing Japan in Olympics, in Sweden. What year was that? Stockholm 1911. 1911 in Stockholm. 1911, já. Og þetta, það áhugaverðasta við þetta að Kanakuri þekktur fyrir að slá marathon met. So the interesting thing is that this Kanakuri, he is known for breaking the record in running. Ekki fyrir að hlaupa hraðast, Not for being the fastest one or running the fastest, heldur fyrir að nota lengstan tíma. but he's known for using the longest time. Eftir 18 daga ferðalag After 18 days frá Japan til Svíþjóðar from Japan to með Sweden skipi og járnbrautarlestum, with ships and trains, þá var hann algjörlega úrvinda af þreytu. he was so completely worn out and tired. Og vegna birtunar á nóttinni í Stokkólmi, And because of the bright light during night in Stockholm, það nú kannski ekki eins bjart eins á Íslandi, en samt það svolítið bjartara heldur en Japan. it's brighter than in Japan, maybe not as bright as here in Iceland, but bright. En hann svaf ekki nógu vel, hann með Karakuri fyrir vikið. So Karakuri couldn't sleep very well. Og honum líka illa við matinn, hann sænska mat. And he didn't like the Swedish food. Það ykkur hérna sem hafa búið í Svíþjóð. Has somebody, someone has lived in Kannski maturinn Sweden. svona vondur hann, ég veit það ekki. En allavega hann var ekki vanur honum. He was not used to that kind of food. Þar að auki þá var þjálfarinn hans veikur, bara fékk hérna berklaveiki. Then his coach got sick, so there was one thing after another. Svo hann gat ekki þjálfað hann að hjálpa honum. So the með trainer þjálfarana. couldn't train him. Og að lokum And þá var finally, hitabylgja í Svíþjóð á þessum tíma there was a heat wave in Sweden at that time. sem jafnvel leiddi til dauða eins keppandana.
and which led to that one of the competitors died at that time because of that. Fyrsta dauðfall á Ólympíuleikum. That was the first death in the Olympics. En Kanakuri, hann keppti samt. But Kanakuri, he competed. En varð fyrir ofhitnun But he got overheated og misti meðvitund. and lost consciousness. Og uppfullur af skömm og tómur af rafvökvum And he was full of shame and electrolytes. And Tank of electrolytes. Já. Þá lét hann sig hverfa He just disappeared. He í just, miðju hlaupi in the middle of the run, he just made og fór himself aftur til disappear. Japan. And he just, in the middle of the run, Án he þess just að went segja- back to Japan Án þess að segja nokkuð við mótshaldarana. without telling anyone about this. Og hvað Svíþjóð bara taldi mannin týndan And the Swedes, they thought actually this man was lost. fyrir 50 ár var hann bara týndur maður. So for 50 years, this man was 50 years, this man was lost. Og að þanga til allt í einu að fréttaritari All of a sudden, uppgötvar hann. there is a news person who discovers him. Það sem var bara að vinna sem landafræðikennari í Japan. Where he was working as a geography teacher in Japan 1967 in 1967. þá buðu Svíjar Kanakuri tækifæri til þess að ljúka maraþoninu. But then the Swedes in 1967, they offered him to finish the race Og það bara þarna í Stokkólmi aftur. there in Stockholm again. Og hann hljóp And he ran og hann kláraði hlaupið and he finished the race og hann kláraði þetta hlaup sitt á 54 árum, 8 mánuðum, 6 dögum, 5 klukkustundum, 32 mínútum og 20,3 sekúndum. So, in the record, he finished the marathon in 54 years, 8 months, 6 days, 5 hours, 32 minutes and 20.3 seconds. Svo þetta var lengsta maraþon í heiminum. So this was the longest marathon in the world. Og hann sagði, And he said, þetta var langt ferðalag. this was a long journey. Á leiðinni kvæntist ég During that time, or on my way there, I got married. og ég eignaði 6 börn I had 6 children og 10 barnabörn. and 10 grandchildren. Það eru sumar keppnir sem við verðum að klára fyrst. There are some competitions that we need to finish first. Og það eru sumar keppnir sem við verðum að klára síðast. And then there are other competitions that we have to finish last. Og það eru sumar keppnir sem við einfallega verðum að klára. And then there are other competitions that we simply need to finish. Andlegt ferðalag okkar eru þessi. Our spiritual journey are following. Ferðalög sem kalla okkur til að veita loganum gaum. There are journeys where we need to keep our focus on the flame. Þar til að sigursæll endir kemur. Until the victorious end we will receive the victorious end. Við lifum lífi okkar í dag með stöðugri truflun og áreiti. We live our lives with constant disturbances. Já. Truflun og áreiti án og stundum án tilgangs, And sometimes without any purpose. án ásetnings Without any purpose. og veltum svo fyrir okkur hvað þetta allt þýðir.
And then we wonder, what does it all mean? Fólk Guðs og söfnuður hans á síðustu tímum God's people and his church in the last times er kallað til þess að lifa trúfastlega. is called to be faithful. Aðvent hreyfingin hefur heldur á kyndli sannleikans. The Adventist Church has a torch of truth, Loganum sem fyrri kynslóðir hafa haldið lifandi a flame that previous generations have kept going. og söfnurinn kallaður til þess að vera trúfastur allt til enda. And the church has been called to be faithful till the end. Og það þýðir annarkvort allt til enda veraldar That means either until the end of the world eða allavegana allt til enda lífs okkar. or till the end of our lives. Jafnvel þótt það þýði að við hlaupum í meira en 54 ár. And even though it means that we might be running more than 54 years. Við erum ekki kölluð til stöðulega að vera önnum kafin. We are not called to be busy, Til alltaf að vera fyrsta flokks to always be number one or be perfect, eða að koma fyrst í mark. or to be the first to the winning line. Heldur einfaldlega til þess að vera trúfast. Just simply to be faithful. Hvort sem við erum rétt að byrja Whether we are just starting out eða sjáum marklínuna rétt fyrir framan okkur, or we see the end line approaching. þá erum við kölluð til þess að vera trúfastlega fórnfús. We are called to be faithfully generous, Trúfast í hlýðni okkar. faithful in our obedience, Trúfastlega trúfast. faithfully faithful, Og vera loganum og veita loganum nákvæma athygli. and to keep keep the attention to the flame, Sama hversu langan tíma það tekur. whether or how long it takes. Já. Svo þetta var þessi saga sem ég langaði að segja ykkur. So this was a story I wanted to tell you. Svolítið sérstakt með hann Karakuri It was a little interesting story about Karakuri. og þessi hvað það tók langan tíma, en það einmitt það sem við erum kölluð til að And how gera, long time it took. að vera trúföst. But we are called to be faithful. Og mér fannst svo sérstakt hér versi sem við lásum í Filippibréfinu 3, And þriðja kafla. I found it interesting to read the Bible verse from Philippians Það sem hann that we read before. Páll talar það að hann hafi kannski ekki eignast fullkomnun ennþá, Where Paul talks about that he hasn't reached perfectness yet, en hann gleymir því sem að baki but he forgets what is behind him. og hann seilist eftir því sem framundan And he reaches towards what is ahead. og keppir þannig að markinu And in that sense, he is running the til race verðlaunana á himnum. for the prize that is in heaven, Sem Guð hefur kallað okkur til í that God Kristi. has called us to in Jesus Christ. Það þessi verðlaun sem við fáum. That's the prize that we receive. Það tók langan tíma fyrir Karakuri að ná þessum árangri. It took a long time for Karakuri to reach En this hugsið ykkur að goal. sænska ríkið bauð honum að koma aftur og reyna enn á ný.
And it was interesting that the Swedish government invited him to come back and try again, or to finish it. Og það tókst og það hefur breytt alveg örugglega lífi þessa manns. And that changed a lot, and probably changed a lot in his life. Að hann varð sigursæll þrátt fyrir allt. That he became victorious despite of everything. Og við þráum að eignast sigur einni í Jesú Kristi fyrir það sem við upplifum í okkar lífi. And we want that victory in Jesus Christ in our lives. Eingöngu fyrir kraft hans og styrk fáum við sigur. Only because of his power in our lives we get victory. Og við byggjum Guð að blessa okkur í okkar þjónustu fyrir hann. And we ask God to bless us in our service for Nú him. trúi ég því að ungu stúlkun ætlar að syngja fyrir okkur aftur. And now we are lucky that we will have a music item again. Það ekki rétt? Já. In this world of darkness, we are given light, hope for all that dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them, and he died to save them? Carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in his sight. Carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ.
Takk innilega stelpur fyrir að syngja fyrir okkur. Isn't it strange how every Sabbath we experience miracles? Ekki sérstakt að heila hvert kvíladag upplifum við kraftaverk. For me, it's a miracle when Jesus speaks about the light, or when Eric is preaching about carrying the torch and light, and the girls didn't know that that was the sermon, and yet Svolítið sérstakt að efnið sem við vorum að tala hérna með að halda uppi loganum á kyndlinum, að stúlkurnar okkar að syngja nákvæmlega sama efni. did you get the text? Carry the light, keep the flame alive until the darkness comes. Og að halda uppi loganum á kyndlinum alveg fram til hið síðasta. Now for me, that's a miracle, Mér finnst það vera kraftaverk. and I experience them every week. Og ég að upplifa svona kraftaverk í raun í hverju viku. Now, the only thing that remains is to thank you for coming and sharing the day with us. Það eina sem eftir núna það að þakka fyrir það að þið komuð, tókuð þátt fyrir með okkur. And we don't have lunch today. That means that the Ukrainians are not with us today. So we're going to have to do something else. There is Já, something hérna- hot to drink. Það er svolítið sérstakt, því miður ekki Úkraínu fólki með okkur í dag, þau eru í fríi, svo þá ekki neitt matur hjá okkur í dag. And there are some biscuits to go with it, and you're welcome to come in and talk Það just for hægt a að short líka time and end the Sabbath service eitthvað- that way. Fá eitthvað að drekka hér á eftir og það eru kannski ykkur keks eða kökur, en það ekki neitt matur eins og við venjulega erum með hjá okkur. So let us just end the service by standing up, and Eric will have the blessing for us. Við skulum bara ljúka með því að hafa blessunarorðin. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir komuna í dag.